Föstudagurinn 23, rúlettutala mín 23. september Eina 40 rúlettutölu sem við með sko. Eina 6 og svo tala sem við holka mest á. Þú eru að sé hvað að móla hann alla tölum svo tvær. Allir sem þekkja mig vita 23 ef hún dettur til þessar röð þá er ég góður það sem eftir er ferðar. Þú þykkastu þar en málega er að ég verið með þér þegar hún datt en þú ert samt dreifður á allt, þú vinnur alltaf eitthvað. Þú vinnur aldrei neitt, þú fyrir alltaf út í tappi en þú dreifið út um allt. Ein ástæðan fyrir ég er búin að dreifa út um allt þar að því að það er alltaf einhver aðrir á borðinu sem segir þú voru að taka mína tölu, En frá því ég byrjaði að rúlla þá er þetta 7, 10, 11, 22, 23 og 24. Og hinnar tölunar allar. Já, svo bættist inn náttúrulega Teddy fæðist 14. og eitthvað svona kjaftaði þannig að það eru konar nýja tölur En ég verið með þér í Casino Miljónsinnum. Já, oftar en 10 sinnum bara í AC. Já, það eru mennir svona 50 sinnum í Casino. Sem er að hellhole Við erum náttúrulega farið í öruglega svona 20 mismunandi Casino sko. Sem er bara, við eigum ekki að vera að tala um þetta. En oftar en 10-15 sinnum í allan því. Já, en málega það drengir. Sem er hellhole. Já, við erum allir samluð það. En það er kynntill farin, það er eitthvað annað lið farið að vara ánga. En ég hef verið með blöðurunum þar sem að 23 lendi tvisvar með stuttu millibili. Já, þá sá ég glaðan blöð. Þá er ég örugur, það sem eftir er ferðar. Því að ég er þykkastu þar og það er 23. september og FNÍ blöður hafi göngu sína á, pínu skrítnum degi. Er það ekki? Það er ekki búið að vera svona, við erum alltaf, þetta er búið að vera pínu skrítnum dag fyrir okkur. Já, þetta er svona, þetta er bara allt saman skrítið. Þið eru með info. Eða ég, þú veist með. Já, það er helviti hart að vakna það og lesa það sem að ráða veislustjóri næstu helgi að það átti bara að vera hryðjuverk. Já, það sem átti að vera terrorist attack ástu til lögreglumanna. Þeir eru við bókaði veislustjóra þar. Já, þannig að það var maður svona pín í magan bara. Þeir unni bara byrjuð að þakka lögreglunni sem böstu þessar hryðjuverkamenn að því annars var þið dauðið nú. Það var mjög þreytt. Það var einn hérna með King Richie og kannski Jókunar Gerdal eða The Godfather. Já, þú meinar þú verður að finna það eitthvað. Þeir enda álverið þáttur sko. Það er nú landsjað, þeir voru í útvarpinu. Já, það er samt gott að þið séu á lífi. Já, þetta er næstu helgi. Ég held að ásvartíðin sé samt on. Já, maður er bara ennþá að melda þetta svolítið. Já, það var að skrítið allt saman eitthvað. Já, ég meina ekki að við ætlum að fara að dvelja eitthvað mikið við það hérna í þættinum. Nei, bara frábært að vera skemmtilegu þáttur. Þetta er hrósdagsins, þú myndir hrósa lögreglunni fyrir að ná utan um þetta. Já, takk. En það er eitt sko, ég er mjög spenntur samt fyrir einu í dag. Svakalega spenntur. Fyrir spenum? Nei, Mávar snýr aftur. Við erum ekki að fara yfir eftir að hafa verið sett í skammakrókin. Ætlar að fara beint yfir hverju þættinum? Nei, ég ætla bara að segja, ég er svo fegin. Við erum ekkert að fara til yfir hverju þættinum. Mávar er að koma aftur þegar ég fekk svo mikið. Og núna segi ég veit þú segjum stundum ég fekk mikið send þegar það eru 5-10 manns að senda. Ég fekk mikið, þú veist bara tonnaliði sem var brjála út í blöðurann að hafa tekið Máva. Ég er líka bara brjála út í blöðurann. Ég elska Máva. Ég hef sagt að öll þessi ár sem FNÍ blöð hefur verið í gangi að það er líðræði í FNÍ blöð. Og minna þið vildu 2 á mót 1 og svo setti ég könnun á Instagrami hjá mér. Þið samt tókst að kippa þessu lið út. Alls ekki. Þú veist, í smá tíma. Nei, það er allir liðir eins og það var í síðustu viku var engin klefi. Það er ekki búin að klippa klefan úr þættinum. Ég var mikið til í spena í dag. Nei, það veist mér frábær lið. Það getur ekki annað hver liðið verið eitthvað svona bull sko. Þið verið átt ykkur á því drengir. Ég var að vinna edduvelin fyrir menninga þátt ásins. Ég vil fá smá menningu inn á þátt. Og það er ekki menning að vera að spyrja hvað eru margir spenar og ykkur dýrum eitthvað svona. En menning er að setja svona smá klassa yfir þáttin. Menning er að tala um hvort að geitungar stundi kynlífið ekki og ísbirnir sofa með augun opin. Ekki bara niðurlega stugla staðrindi. Herru, það er eitthvað til liðnum sem að læðir. Herru, en drengir, samt, við þurfum að stoppa þarna því að við tókum þetta í blöggastinu. Við höfum ekki tekið þetta hér. Eddan, drengir, skautum yfir þetta. Blöð, stittan, hún er komin heim. Já, loksins, 21 ár. En hvað er geimur hana? Bara hillu. Já, en það sem við rættum aðalega í blöðkastunum og allt í lagi þá komið fram í FNÍ blöð líka ef að einhver úr eddun er að hlusta þetta verður að vera aftur svona eins og þetta var borð, geta setið og ekki bíósal. Nei, það var svolítið ópersónlegt. Stórt ringborð, nokkar redd væn á borðinu og fólk að tuða á helli í sig. Já, þannig er þetta skemmtilegt basically eins og Golden Globe velun og allt þetta er sko. En eins og Hilmi Snær, ég hef aldrei sko því ég tilti minniður og ég sá að Hilmi Snær sem ég var að keppa við hann satt ekki fyrir aftan þig. Nei, málið er að hann lá í 4-6 sætum og þá sá ég bara ekki henni heldur rólegur og þá vissi ég bara
með að pakka saman. Já, þú varst ekki bara að vinna ettuna þegar Hilmi Snær liggur fyrir aftur í 6 sætum. Hann lá í 6 sætum. Hann lá í 6 sætum og grænjandi og hláti alltaf. Var hann ekki með síkú líka? Hann vissi alveg að myndi klára þetta sko. Og rólast ekki að ég sé síðan sko. En já, ég er sammála blöð og hérna þetta þarf að vera svona, þetta er uppskýruhátíð fyrst og fremst. Ég set nú líka smá spurningamerki hvort þetta eigi að vera sjónvarpa. Já, meina það, fólk hefur bara verið að hella í sig þarna. Ég meina Óskarnum er alltaf sjónvarpa. Það er líka, er ekki alveg tonna eitthvað skemmtiatriðum og ég veit ekki, ég er langt sér ég horfa á Óskar. Fleiri skemmtiatrið, góða punktur. Já, þau reynda Bergur og Snjólu voru geggju. En ég er að segja svona, þú veist, ef þetta væri fyrir sjónvarp, þá þyrfti að vera náttúrulega 2-3 tónlistratriði og einhverjir sketsar og alls konar svona, þú veist. En já, þetta er aðalega kannski að fá að hringborðin. Það er skemmt. Þá smá stemmingu í salinn og svo, herru, það er gul viðvörun. Við veistum ekki að býða lengi. Nei. Þetta er meira djöfus ógeðið. Við getum ekki kvartað. September er búin að vera. Við fengum bara í fyrsta sinn á Íslandi vor. Við hefum aldrei fengið vor. Stormurinn kerði besta mánuð bara á árunum. Við erum að fá skýrslu frá núna stormurinn. Ég er að sé þess að rauðu viðvarinnar og gulu og þetta shit. Er þetta fara aftur í gang núna? Þetta er alltaf svona. Er þetta hverri viku núna? Nei, ég var bara síðasta sem ég las að þeirri lappa hérna inn í stúdíu. Gul viðvörun. Ég bara bóka með þetta tenni. Ég get ekki verið lengur. Nú, gæt verið. 22. október. Shocker. Þarna í PV. Þú sést að fara Ég hlakast til að faðma Svala. Það faðma bara svo ég ekki séð hann í 30 ár. Já, það er nú ekki langt síðan og sást hann. Þú ert þarna bara annarkvæmt mánu. Það er að hlusta. Það er ekki að sjá það Svali. Ég er ekki bara að senda hann um lífar á leiðinu sko. En svo er eitt í þessu líka drengir að áður en gula og rauða og bleika og allt þetta kom sko. Hann er ekki bleik sko. Nei, ég er að segja sko gula, áður en gula kom þá var þetta náttúrulega bara rock. Það var aldrei kallað neitt annað. Þannig ég held þetta, ég veit ekki alveg Hvernig byrjuðu með þessa viðvarun? Það er bara glæð nýtt sko. Já, ok, þannig að það hefur verið gul viðvarun allt okkar líf bara. Já, ég sé það ekki. Þetta er ekki rauð hljómar miklu verð. Ég veit það. Ef ykkur segir bara, það verður rók annarkvöld, maður bara, ok. Já, ok. Segðu mér eitthvað annað. Það er spá rók og rigning helgina. Þá fólk, ok, þá sleppið ég kannski að sofa út í tjaldi. En bara frestu í útilegu. En þú heyrir bara, það er gul viðvörun. Fólk bara, ég þarf bara að læsa mér, bara negla fyrir glugga. En þetta er gul, sko, síðan er rauða, hún var fann að koma reglulega að nænsinn sko. Já, það er alveg reglulega í vetur sko. Já, ég held samt sko. Þetta er byrjað aftur. Já, þetta er byrjað aftur. Það er komið haust. Herru, á ég segja ykkur einstakar sem er svolítið svona reikalegt að heyra kannski. Hvað? 92 dagar til jóla. Ég sá það í dag. Já. Hver í anskotanum er að telja það? Steindi? Ég taldi það. Ég sá ekki taldið þú. Það er líka, það er byrjað að auglýsa hérna jólatónleikum allt sko. Já, erum við með eitthvað jólagekk félagarnir? Nei, en ég hugsa, ég fari nú á eitthvað. Það er samt, hvað, það er MC Gauti og það er Bó og Jólevenner. Ég var partur af því í fyrra Sigga Beinteins og ógeðslega skemmtilegt sjó. Ég mæli með því. Ég mæli með eitthvað gott núna. Já, bara fara á þetta allt maður. Minna, þú veist, þetta er bara að vera vel fullur. Í desember er þannig. Bara að vera vel fullur. Já, ég menna ef ég lausum börnin þá þarf enginn að segja mig það sko. Hvað er það að henda þeim? Mér finnst desember er mér blautu mánuður sko. Það átti að vera að fara út að það er ástæðan fyrir að janúarblöð fættist því að DS var svo blautur að ég ákvað alltaf bara að sleppa þessu í 31 dag eftir það sko. En er janúarblöð, er það ennþá til? Nei, hann hefur verið í dvala en ég getur þetta að skoða núna kannski. Búið að leggja honum. Já, en það er samt sko, mér fannst það geggjað. 97 dagar til jóla. Það er stemming sko. Fannst þér að varstu farin að njóta inn í janúar að vera? Ég bara kaupi þetta ekki hér. Jó, það er sko, þú sleppir því að drekka. Þú ert miklu ferskar, allt í nú voru bara sunnudagar og mánudagar og geggjaðir og helviti þægilegt sko. Já, en er þetta samt ekki sama með þig að þú ert að vera að taka af þig flöskuna? Er þetta ekki eins og að taka kannski bara eins og sígarettu af gamlingja sem er búin að reykja all ævi? Þú ættir að vita, þú bæði strompur og fyllibitta, þannig að segð þú mér. Nei, ég er að segja sko, það er að vera að taka sígarettunar aðeins. Nei, ég er að segja fólk þarf að fúkera sko, það er talað um það. Þú tekur eitthvað af einhverju sem búin að gera eitthvað svo lengi, það getur enda illa sko. Þú bara Ég á ekkert í erfiðleikum með að sleppa 4 helgum sko. Nei, ég er ekki að tala um eitthvað skrall. Ég er meira að tala um kannski bara 1 rauðvínsglas. En við erum bara að hella í okkur á þér og sunnudaginn. Já, það er hálfur veisla. Það er matabóð sunnudaginn. Það er, já, sko, Ísak Aron Jóhansson, landsliðskokkur á að koma. Landsliðsmaður. Getur við rentað þessi yfir þetta maður? Landsliðsmaður í að elda. Já, það verður stemming sko. Þú verður ekki landsliðið. Pælið í því pulsur og saltstangir. Ég hef aldrei hugsað þetta svona. Þegar þú segir þetta svona, ég hef aldrei pælt í þessu svona
að vera landsliðsmaður út bestur, Hann er út landsliðs- einn að fáum best á Hann er Íslandi að landsliðs- elda mat. Já, það er stemming sko. Það er rosalega titill. Það mæti bara til púp á sunnudaginn Já. Og ég þetta bóka allar frí Þetta er eitt besta skilabóð sem ég fengi á Instagram að bara, hann hlustar ofti, hann getur verið að hlusta núna hann, 100% hvað kallar hann Sakka, Ísak, Saki Já, ég- og hann bara, það er hérna verður ekki til í að King henda í Saki. eitthvað svona skemmtilegt matabóð ég bara, jú, Við mætum bara svona upp á 5-6 fyrir mig Þetta með cocktails eða? ég veit ekki, ég á eftir að ræða við konuna Þetta ekki með Apple Spritz eða? Þú þurftur að fá að heyra það þá er ekki með það sko Ég var ekki með það á daginn hjá mér í pre-partyinu Ég er ekki að fara að fá að heyra það í þessu partí Ég er ekki lestur Bæði út að það var ekki Ég var Apple ekki- Spritz ég var ekki- og líka út af klökunniðinum Já, já. reynda verði að gefa Hjöppa og Kolpða þessi klakarðinir voru ekki til Þú var bara útfæðin að klaka svo kaupur út í búðu Það varðum að geta tekið bara svona 2-3 á og sett onni Já, ekki að ég- fara bara með ísnáðin eins og basic instinct Ég sko. var búin að vera svolítið tíma þarna Það var eitt stór klak Ekki meira að kenna sko Mér finnst það vantar smá fjölbreytni í klakaleikin. Já, herru Klakað til að fá Apple Spritz á þér á sunnudaginn mánu Já, en Og Strawberry Daiquiri, frosin Við erum Já, Sakki er að hlusta. rosalega þátt eins og Steindur kom inn á hann þá erum við mávar á sínum stað við erum ekki með 1 klefa heldur erum við 2 klefa Það var engin klefi í síðustu viku þannig að við fórum núna bæði í eitt lið sem við höfum ekki farið í lengi sem að er skellt á mig Já. Vistur og góði liður hér í F95 og hendur líka Skellt að mig Já, það var að reyna að láta skella á okkur Já, gott kameri Já, Ég get alltaf fínasta sagt kameri. það Það fyrir ekki sverðu það líka Jú, Me- metið svo er var sverðið slegið. á síðustu Já, líka. veistla Já, við erum með þekkið ekki spurning hérna Gilstafans, hvað er að vinna með þar? Sko, þetta við alltaf vorum á velunaháttíð síðustu helgi Þannig ég er með, sko, King of Awards Er eiginlega konceptið King of Awards Já, og þetta er svona það, veist, þegar báðir fengi alls konar velun og hitt og þetta, gerum tíðina Þannig að þetta er 50-50 bet, þetta ég segja Ok, Það er rosalegt. en svo ætla ég líka að minna á Oktoberfest sem að er á morgun byrja klukkan 6 í Keiluhöllinni og 21. sem mæta í búning fór risa bjórkunnu sem þeir geta fyllt á frítt allt kvöldið og allir sem mæta í búning fá jagerskott og svo er Ég elska Jager. Oktoberkviss klukkan 8 bjór og krán á 990 frá klukkan 6 það er alvöru stemming í Keiluhöllinu á morgun Oktoberfest bara stemming og þið bókir borði í síma 511 53 00 já. Þetta er eitthvað sem ég væri til að fara á En hérna. allir sem mæti í búning Fyrstu 20. Allir saman það er svo Nei, sko, 21. Já. Fá risa bjórkonu sem fyll á frítalskvöldi Já. En síðan kemur allir sem mæti í búning fá jagerskott Já. Þannig að þú mætir í búning Allir saman okkur sem slag Það er líka, ef þú ert að fara á Oktoberfest kottu í svona Oktoberfest Sko, búning Ég fór á Oktoberfest einu sinni í München og þetta er eitt af skemmtilega sem ég Ég gert er á bökkutlistanum mínum Já, það er eiginlega líka á mínum sko. Það var með svo 200 ára ammæli Oktoberfest En við það erum var rosalegt. oktober eftir 2 vikur Okkur förum við ekki Við förum á svo ógæslega landi Við förum í fríð Þú kannst ekki að fara til tenni Jú, já, það er En svolítið veitu, er þetta alltaf, já, sko, hvernig er veðrið þetta haldið? Er gott viður í oktober? Betur en hér. Það Við erum alltaf að hugsa það yfir er það. fínt veður allstar í september og oktober nema á Íslandi Reyndar við getum ekki kvartað núna því að september er búin að vera fín Já, það er bara þetta Sigga Storm sko. Já, það er Sigga takk, Storm Siggi, þú ert að hlusta. Hann svo bara, vistu hvað hann gerði? Hann setti bara fótið niður Bara kerði inn gott viður Í alveg, hann bjargaði þess eftir sko. En hvernig er drengir, eigið þið svona búninga? Ég á hann einhvers staðar, já, frá því ég var á Er ekki bara í Oktoberfest setnebregjuna Þess að krydd upp á Nei, ég held að þetta gerir lítið fyrir kona mín Ég myndi koma í einhvern leðurhásin sko. Er það? Ég Er þetta held að myndi ekki- bara springa úr hlátri sko. Er þetta ekki svolítið huggur? Bara breyta til frá MJ galanum sko Hvað, ég hef aldrei mætt í NJ-kalan Það er aðeins Hefur einhvern tíma moonwalkað inn í svefnherbergi Hent hattinum Já. og allt með hanskar Allt bara svona Nei. Ef ég væri your Ég wife sver- þið Ég veit myndi að segja ég- við þig ég Þú ferð ekki á sver það. bak nema og takir skrefin sko Það er ekki að gerast Kemur með hanskan og Einu sem ég veit ekki, hvort væri líklegra þá hugsa ég að leðurhásin væri líklegra heldur en að NJ í svefnherbygginu Já, sko, Svei með það. Er þið eitthvað að vinna með búningadryggir? Nei, ég spurði ykkur nú ekkert mann aðeins hérna í þættinum Ég þekki það Fólk ekki er mikið í því Já, Nei. við erum ekki að dæma Ég er bara að spyrja Ég veit ekki hvað búningu væri líklegastur hjá mér Sko, þetta er að vera að plana hjá okkur saman Því ef að ég myndi alltaf koma konunum minn óvart og hún kemur heim og ég myndi liggja upp í svefnherbyggi í lögreglubúninga eitthvað, hún myndi spura bara hvað er að þér eða verið að taka eitthvað upp En þú liggur ekki með, þú bankar á hurðina og segir þetta er búið að vera eitthvað Já. vesenni í kvöld og við erum að leika taka hlutverkið sko Það er þegar við erum búin að ákveita saman Já. Heldur í alveg ef hún myndi liggja bara upp í rúmi og horfa á sjónvarpið og ég myndi banka það er búið að vera vesenni eitthvað niðri í löggubúning og hún myndi vera bara svona oh fuck, ég er til Þetta er eitthvað sem þarf að vera búið að ræða og ákveða bara í saminningu þegar þú að fara í smá roleplay Nei, eða? kemur nú
óvart En maður ekki gleyma að Þú myndi halda ángríns, þú myndi halda að vera kamerur og ég var að rekja Rikki náttúrulega veðsetti og setti verð á Já, hann setti metnaði þetta og ég kann að meta Hann var alltaf íbúðina og sagði hvað þetta kostaði, taldi fermetra, fór á all-in En hvað hérna Þannig að það líka vera, ef að fólk ætlar í þetta fara þess að leið En sko, málega svona búningar Þú veist, þeir eru líka svona stundum svolítið svona eitthvað plastlegir Já, þyrfti að græja bara svona einhvern alvöru búning Þú getur að fara í álfu bara eftir hvað budget út með Þú getur fengið Iron Man búning sem er nákvæmlega eins og bara Iron Man Ef þú ætlar að fara í Thor búningin, ekki kaupa hamarinn þinn Jörðu, það var þetta myndin feika þetta sem ég pantaði Jöfnveld var hann ljótum maður og lítið Nei, það var mjög flottur Basically eins og verið með elspýtu bara Ég tiny lofa ég myndi ekki slá í gegn með mér Ég myndi mæti Iron Man búning Nei, það er ekkert fyrir Það svona er geðvikt Þú kemur með Iron Man Ok, en við erum bara hreinskilir og ekki neitt djók núna Hvað heldur þú, hvaða búningu myndi svona gera eitthvað heima þér? Ég er alveg tómur sko Ég held þetta sé nú freka bara einhverja flotta narjur sko Þú er Nei, ekki Ég er bara að kæfta það Nei, ég segi svona Ég sé þig fyrir mig Þú segir út flugmaður steindi Slökkvölismadur flugmaður í stóra sviðinu Ég er endur að gefa það, þú varst með reypaninn og hattinn Ekki lofar ég þar enginn hugsa því eins og ávaxta nærbúsum hann með kífi nærbúsunar sko Ég er náttúrulega á ekki þannig nærbúsur Ég á bara henni skirtu Flugmaður, ég er saman því En flugmaður og slökkvölismadur Það er eftir, eða skóarhagsmaður, miðvara skegg og svona köfla skirta Já, það getur kannski komið sterkast Meða við þegar ég spurt konum minn einhvern mann hvað kveikir í henni sko Koma í betast stand Þú veist, bara svona hvað ég get gert Þá ætti ég eiginlega að vera á 4 fótum að þrífa Því að hún hefur sagt mér að þegar ég tek til hendin og heimil Þannig ég þyrfti á einhvern veginn að vera bara að spreyja og þrífa borðin og eitthvað svona hvað sé Það getur náttúrulega verið þjótt að þrífa Þú veist allan að ef þú ert segja mér til sunnudagur og þú ert orðin horn í blöð og þú veist, þú ert segja mér til að get lucky og þrífur bara Það er eiginlega koncept Það virkar ekkert alltaf sann sko Það er í tusku Ég hef alveg þrifið og það verða lucky sko Það er ekkert eitthvað sem helst í hendur En já, sko bara stóluðu mér hvað ég ætlaði að segja þetta En ég vil ekki bara fá fyrsta lag Þáttarins, drengir og Ég er svona spenntur við slúður í dag Þannig að ég vil eða spóna stutt lag Og við maður fara að velta steini með í slúðurinn Það er fínasti slúðupakja þetta inn En ég er að spá að byrja þetta með smá látum hérna drengir Þetta lag hefur ekki oftur að spila í FN9 Paradise City maður Ég mann vel þegar ég heyrði þetta lag í fyrsta sinn maður Paradise City Krókum á rúnda Já, ég var á króknum Ég var nefnir ekki að rúnda því ég var 10 ára, 11 ára En ég dyrka þetta lag Spila mikið í partíum þegar maður var álíksárum og svona Já, þetta er auðvitað svo plata sem ég hlusta hvað mest á En það er komið að slúðri hér í FN9 blöðdrengir og ég er með ágætis pakka fyrir ykkur Ég ætla að byrja á Adam Levine Það er, það er alveg sama hvaða slúður síður þú opnar Það er bara að vera að fjalla hann Hver er þetta aftur? Er þetta söngvarinn? Já, þetta er söngvarinn í Maroon 5 og hann er líka í The Voice þarna í Bandaríkjunum og spila kannski eftir þetta innslag eitthvað Hann var lag með Maroon 5 og það Adam Levine er græður Nei, ég hef nú aldrei verið aðdáandi Maroon 5 en já, mist, lögið er ekkert fópa sko. Nei, ekkert viðbjóður sko, hann Maroon 5, ég hef ekki heyrt þetta band Víst, Maroon 5 bara sverða nú sverja Sverðu, þú hefur heyrt Maroon 5 Ég bara hef ekki heyrt þetta nafn Og þú ert bara að vinna útastöð í 10 ár Ég veit ekki hvað neitt lag heitir Þú veist, þú ert að spila Guns N' Roses núna Hann er hinum einn, sko Ég bara, þú veist alveg ég hlusta á mjög Þetta lag með 3,7 B-views Hvaða lag? Girls Like You og hérna Sugar Já, sér það, þetta er með billion views Sko, þið veit að ég hlusta á rap, ég hlusta á Bjartmar Já, ég er ekkert að segja þú þurfa að hlusta á Maroon 5 en þú veist alveg hvað hljómsveit þetta er Ég bara veit það ekki, sko En sko, hann er ekkert eðlilega gráður, þessi Adam Levine Já, þetta byrjaði vist á Við erum með skilabóð frá hann á Instagram núna, sko Þetta byrjaði á Instagram fyrirsætan Sumner Straw sagðist af átt í áralöngu ástarsambandi við hann í kjölfari stigu fleiri konum fram og sagðist af átt í daðuslegu með kynferðislegum samskiptum við hann á samfélagsmiðlum
Adam Þvertók fyrir að hafa haldið fram hjá eiginkonsunni fyrirsætinu Behati Prins Lou en viðurkennt að hafa stundum átt óviðandi samskipti við aðra konur og það er núna, ég held að þetta sjóðan einhverja 6 eða 7 og sem er að sína samskipti sín á TikTok, það er orðið vinsælt. Er þetta enn eitt gæinn sem verður að senda sér penismyndir út allt? Nei, það var nú ekki verið penismyndir, það verður ekkit allavega komin eitt það en svo núna var verið að rifja upp gamalt viðtal við hann hjá Cosmopolitan og það er núna á flestum slúðusíðum þar sem að vera að rifja þetta upp og aðspurður af hverju karlmenn halda framhjá sagði hann að það væri ekki náttúrulegt að vera í sambandi með einni mannesku einhvern er ekki erðaefni okkar fólk heldur framhjá ég hef haldið framhjá og veistu hvað það er engin verið tilfinning en að gera það sagði hann árið 2009 þannig að þetta er greinlega eitthvað sem hann bara vissi eða bjóst við eitthvað en ég veit ekki en svo er vestíðis konan hans er Kasa Ólétt Já, þau eru alveg ennþá going strong Já, ég held það Þannig að þetta er Ég sé að Maroon 5 er að gigga 1. október Ég er að skoða myndir Í Vegas Þetta er gamblað og farið á Maroon 5 Hann hefur átt betri daga held ég að Adam Levine Þetta er eitthvað 6 manna hljómsveit Maroon 5 Slúðurinn fjallaði ekki að setja hljómsveit sem heitir Maroon 5 Hann er ennþá að spá eitthvað hljómsveit sko En þetta er vantilega bara svona boyband Já, en þetta er bara hljómsveit Ég meina, kallar þau Guns N' Roses boyband Er þetta rock hljómsveit? Já, þetta er svona pop rock eitthvað Ég veit ekki hvað Þetta er ekki boyband Þetta er ekki One Direction eða eitthvað svolítið sko. Hann er að skila alveg review sko Já, herðu, svo Svo er eitt hún Drew Barrymore Hún segist geta farið nokkur ár án kynlífs og hún fjallaði þetta í spjallþætti sínum eftir að Andrew Garfield sem leikur Spider-Man Þið veitir hver það er það ekki? Hann var líka í Facebook-myndinni sem var nýjasti Spider-Man Nei, næst nýjasti Og hann var semst að fara að leika í bíómynd og hann undirbjóð sig fyrir hlutverki sitt þetta er Mid in Silence og þá stundi hann ekki kynlíf í 6 mánuði og var að tala hvað það hefði verið erfitt og Drew Barrymore var að tala bara hvað þvæl er þetta ég geti léttilega sleppt í að stunda kynlíf í nokkur ár en það sem að honum þótti svo erfitt var að stunda ekki kynlíf í halvt ár og nú spyr ég ykkur drengir þetta eitthvað sem að En af hverju stundan ekki skilju, hvað ástæðan fyrir því? Af því að hann var að fara að leika prest Svona lifa sinni hlutverki Sumir leikarar eru alveg snaruglaðir Hvaða máli skiptir að þú sé búin að fara á bak í 6 máli hvernig leikur hann að prest En er þetta ekki oft talað að leika íþróttafólk? Svona method, já það er að Method actor Já, en hann vildi allavega lifa sér svona inn í þetta og sagði að eitt erfiðast við hlutverki að hefði verið að stunda ekki kynlíf En voru hreistningar inn í þessu? Það veit ég ekki, ég fór ekki að kafa eitthvað djúpt í þetta Já, pottit ekki, það flokkast einn kynlíf Ég held að komist nú alveg bara upp á lagi með þetta Já, hálft ár ég meina hálft ár, það er ekki svo hægt að sé Adam Levine geti ekki slepptið að fara baki hálft ár sko Nei, kannski ekki, ég veit ekki Er við svona ógræðir eitthvað, ég næst ekki Herðu, svo er síðasta slúrið, það er að Stifler Já, sem var í American Pie myndunum Já, hann hétt það í myndunum en hann heitir Sean William Scott, leikarin Ég til dæmis vissi ekki hvað hann heiti í alvöru Er það skrítið? Nei, það er kannski skrítið verið svo mikið upp á síkasti sko Þú þekkir Stifler? Já, ég þekki Stifler Hefur þú kallaði Stifler? Hefur þú kallaði það? Hef ég verið kallað? Líkir og þú hefði búin að kalla það Shermanator Steindi Stifler Nei, stuðin er bara Varstu kallaði Shermanator? Ekkert líkir En pappi minn er aftur alveg eins og pappin í Amerikan Pie Þeir eru döðlíkir Það er mjög líkur hún En sko, já, það var verið að gera grein hvað varðum Sean William Scott og það eru vist einhverja nokkra ástæður He's been dealing with personal issues kemur þetta Hann var vist aldrei neitt partínáingi eða partígaur og hélt sig alltaf alveg frá Hollywood En svo vildi hann ekki festast í Stifler hlutverkinu og vildi fara yfir svona alvarleg hlutverk en hefur ekkert verið að fá þau þannig að núna er hann að koma sennilega aftur sem Stifler í American Pie 4 eða 5 hérna stendur Hann átti bara, menn hann er góður sem graði jokkin, okkur að breyta Hann vildi ekki vera tæpkastar En var hann ekki í alls konar svona úlingamyndum á þessum tíma? Já, þú veist líka Road Trip, var hann ekki henni? Já, svo fór hann í Dukes of Hazzard þarna með þeim öllum Melur, hvað er skrjóðurinn minn? Var hún þitt? Hann var líka Mr. Woodcock með okkar uppáls Já, hann var eiginlega bara í þessu sko Já. Ég skil, hann vildi fá dramahlutverk Já, og fekk það bara ekki Nei, en vildi ekki festast í hinnu Já, hann er frá aftur í það núna Nei, hann er frá aftur í Stifler Það er skemmtileg Já, fínasti leikari Þetta var kannski ekki þéttasti slúðupakkin Já, mér langaði að heyra Levine
Ég er bara að búið svo ábærið undarfærið. Ég átti svo sem ekkert eitthvað nýtt handi ykkur það, sko. Ég hefði gaman að stiflirnum að því að, sko, maður er ekkert séð það. Nei, það var svona fest, sko. Nú veitir af hverju þegar við ekki séð stiflirni lengi. En við ætlum að fara í skelltámi hér strax eftir auglýsingar. Fyrsti klifi dagsins, þannig að ekki missa því. FM 957 og við erum ekki beinn útlendingu núna því við Steindir erum konni í klefan góða og já sko, ég var að fatta það Steindir, það var ekki eins og klefi í síðustu viku. Slepptum klefa, já. Var það klefalaus dagur? Ná, klefalaus föstudagur síðast. Herðu, ok, sem er bullandi kæruleysi. Já, það gengur ekki að það sé klefalaus þáttur. Nei, en við erum að bæta upp fyrir það núna. Já, við erum að spája að dusta rigg núna. Já, því að ég fæ og oft, ég veit ekki hvað maður segir oft bara að það eru margir búin að senda mér og er að ljúga þig, en ég er ekki að ljúga núna að hérna... Erstu ofta að ljúga því? Nei, en við lögum náttúrulega endalust í gamla dag í 70 mínútum að þá voru alltaf að tala um að við erum endur sín að falda myndaðil vegna fjölda áskoruna sem var algjört kjaftaði, það var ekki eins og konum í samfélagsmiðla sko. En hvenær má maður að segja þetta? Þú veist, hvað þurfa margir að segja? Það er góð punkt, ég myndi segja að það er allavega svona 50 manns búin að senda mér þetta svona bara á nokkrum vikum því alltaf þegar ég spyr bara við ætlum í klefa, hvað er fólk til í og svona og þá kemur þetta alltaf upp okay. og þetta er gamalt liður sem heitir Skellt á mig einhver sem ég minnir að ég og Pétur Jóhann höfum byrjað með á sínum tíma og þetta er tímataka? Já, það er tímataka í gangi, við þurfum að vera með hérna Ertu með síma rendi og allt þetta, þú veist? Mér minnir að við hefum hætt í þessu að því að þú áttir aldrei breykið mig. Já sko, svo datt þetta líka svolítið út af því að við glemdum alltaf að taka tíman. Já, nei, ég held að það hefði ekkert verið ástæðan sko. Ekki? Nei, ég man eftir því að það var eitt moment þar sem að þú náður að láta skella á okkur svona 6 sekundum og ég átti 2 mínúna sínt. Já, það var svo mikið vesen. En það var eiginlega orðið alltaf þannig, þess vegna hættuðu með hennar liðið eiginlega. Já, en ég er búin að hugsa mitt. Ok. Ég veit að ég er að fara að vinna þig. Okay. Ég er 100% á því að ég sé að fara að vinna þig. Ok. Að því að ég ætla að ringja núna, við ringjum bara einhvert. Já, viltu fyrirtæki eða viltu einstakling? Ég þarf einstakling sko. Okay. Því að ég er að fara að ringja núna. Kona eða kall? Hvor skellir á hraðar með þetta? Kona, ok. Að því að, já, og helst sko bara þú veist, draumurinn væri að þú myndir hitta á bara svona, bara 50 konu. Ég get náttúrulega ekki valið, ég sé ekki aldurinn hérna á já.is sko því miður. Nei, máli er að því að ég ætla að hringja og ég er bara í kistlu núna, ég ætla að fara að beðja um pening og ef einhver hringir og beður um pening bara þú verður að leggja inn á mig núna, þú verður að gera það, ég er á svo mikill kistlu að það, ef það er ekki skellt á mann strax, þá veit ég ekki hvað sko. Ertu á kistlu? Já. Það snjóar núna í klefanum. Það er hérna, ok, tilbúin, hún heitir Ósk. Ok. Ég sé tíman í gangur leið og hún svarar, þú veist það. Já. Ég held að þú er ekkert að reynda þetta að kæfta á þau sko. Er það? Nei, ég manna ekki. En þá ætla ég líka að tala um bara að ég sé á leiðin på flugvöll og þú veist, það getur að lána mig vegabrif og ég ætla bara í allan pakkan sko. Ok. Ég ætla að taka bara eina línu í byrjunina sko. Ég er alveg all in í dag sko. Já. Ósk! Það heiti Kitty Blöndal hérna á móti. Heyrðu! Já! Hvað gerðist þetta? 7 sekundur. Hvað gerðist? Þú segir ekki Kitty Blöndal og ert í einhverja bullandi kistlu. Veistu hvað? Ertu eitthvað rugglaður? Ég sagði bara Kitty. Já, og svo Blöndal. Það er pabbi minn. Já, ég veit það. Ég ætla ekki að tala um hann. Ég sagði Kitty. Já, bara, ok, nú ætla ég bara að ringja þá sem pabbi þinn. Nei. Og ég ætla að vera ykkur. Það er ekki koncepti. Ég sagði bara, heyrðu, þetta er Kitty. Þetta ætla að segja Kitty á móti. Heyrðu, þetta er Kitty. Ég ætla bara að segja eitthvað nafn. Svo leiti á þig og sagði bara Blöndal. Ég er Blöndal. Ég veit það. Alveg svo pabbi minn. Sko, þetta var, ég flokk þetta sem svindl en basically, ég hefði getað sagt bara kaffi, ég heiti Bolli að því ég hef stend með Bolli hérna. Já, ok. Bolli Pennason. 7 sekundir satt. Eða sko 7.91. Er þetta ekki bara, er þetta ekki rekord? Ég er ekki viss, sko, ég á 1 sjans í þig. Hvernig ætlar að toppa 7 sekund? Ég á 1 break. Já. Það er hérna sko, verður tilbúið með tíman? Tilbúið með tíman? Já, ég get ekki, ég fatt að hann bara, ok, shit, hvernig getur látið skella mig og hratta mig á þess að fara að herma á eftir og það allt. Já. Það er enginn á Íslandi sem vil minna tala í útvarpi heldur en eldri systir mín, Marja Blöndal. Og sko, ef ég ringi, hún er búin að seifa númerið hér. Veitu, má ringi ættingja? Ég meina, það er bara að láta skella á sig, ekki? Og hvað? En það er bannað. Nei, ég meina, þetta er sýstín. Já, og ég þarf að syngja með gemsanum þannig að vera aðeins lélegri gæði hérna. Ok. Og, ok, ertu... Akkur ringir ekki á tölunni, það heldur bara svo svara hún ekki. Þá svara hún ekki, hún er með það bara í símaskránum sinni ekki svara. Já, ég skil. Hún bara neitar að tala við okkur í sem þetta. Ok. Má sjá, hérna hátalari, Maja, ég treysta það núna, má sjá.
Og hvað ætlar að segja, bara beint bara í, herru, þú ert á upptök. Settu tíman í gang. Við erum svarar. Hæ? Hæ, hvað segirðu? Hvað viltu segja við hlustendur F95 blöða? Ekki neitt? Já, hvað er nú með eitthvað? Ha, nei? Jó, segðu eitthvað við hlustendur. Oh my god, bye. Maja, ok, hvað var þetta? 12 sekundur. Nei! 12 sekundur. Þetta var einu sensin minn. Hún var ofræs maður. Já, herru, hún var bara í stuði. Já. Þú veist, hún skellti samt á það á 12 sekundum, sko. Sem hefði verið gott alla aðra daga. Já, fyrir utan bara mín allra besta ósk, hún bara neldi á rauðatakkan. Eina leiðilega við, ég langaði svolítið að heyra þessa típuð í næðis meira maður. Já, þú getur notað hann á næst. Þetta var ekki típa. Ég ætla að segja bara að það væri bullandi keisla á kallinum. Ég þyrfti að fá lán alveg strax 15% vextir í borga tilbaka og ég er að leiðna bara flögu öll og þú voru bara að græja þetta. Ég syndi hafa ekki fengið hann lengur eitthvað svona vesen bara. Ég ætlaði bara að drita út einhverju sko. Já, þetta var skellt á mig fyrst en í langa tíma og samtals 19 sekundur. Já, þetta var rosalegt. Þetta var alveg FM 95 Blu. Það eru Keiluhöllin Egilshöll og Túborg Léttöl sem færa þér FM 95 Blu. Hárið, það eru Túborg Léttöl og Keiluhöllin sem færa ykkur FM 95 Blu og það er allt upp á 10 hér. Túborg Keiluhöllin okkar er tróðfullur og það er oktoberfest á Keiluhöllinni á morgun. Byrja klukkan 6 og fyrstu 20 sem mæta í búningum drekka frían bjór allt kvöldið úr Risa Krús. Jói, er rugglaður? Já, þetta er alvöru festival þar. Sér lofaði Setjó að vera á penisnum undir pilsi á morgun. Ætlar hann að vera sjálfur í búning? Já, potið, það er allt starfsfólki í búning. Ef það er alveg oktoberfest. Já, hann er geggjaður í svona búning. Maður sér það bara fyrir sig. Já, svo ætla ég að senda það að vera að taka mig Instagram drengir. Viðar Már Hilmarsson og vinnur hans er að hlusta frá Beni. Það er grjóthart. Já. Sitja með ískaldan og Benidorm. Já, geggjaður staður sko. Það er alltaf gaman þegar fólk sendir okkur, takkar okkur einsta hvar það er að hlusta. Ég hef alltaf gaman að það. Já, ég líka. Benidorm er svolítið að koma aftur við það bang nú. Já, fór það einhvern mann. Þú varst alveg hættur að fara. Nei, ég var í apríl sko. Þú varst á Beni. Er Magaluf? Ég er alveg hættur að fara, ég var bara daginn sko. En Magaluf? Ég er að fara aftur sko. Já, en sko, ég held þetta sé samt svolítið young man's game að vera á Beni. Nei, ég var yngsti gæðin á stundir sko. Nei, það getur ekki verið. Er það? Já. Magaluf er þó shit líka sko. Já, Magaluf, ég farið þangað einu svona og fer ekki aftur. Ég held líka það kalla Sjagaluf sko. Ég held ég sé hættur að fara á Beni líka. Já, er ekki tenni orðið svona? Það hættu því. Ég bara reyndar væri úkslega að finna. Geðu þetta að vera aðna? Að væri fyndið að gifta sig á Beni. Sól, bjór, ömulegt. Úr brekkunni. Beint úr brekkunni í brúðkaupi á Beni. En eins og að heyrið þá eru Jón Jónsson og GTRN komin undir sem þýðir að við erum að fara í, þekki eða ekki, drengir. Þetta er krefjandi lið. Það var rosalega spennandi síðast. Herru, betur, var ég ekki? Þú pakkaði mig saman hana með einu punktu það ekki. Það munið ekki miklu. Nei, það var alvöru keppni síðast. Já, 3-2. Þú nánast fegst fullt hús sko. Já. Þannig að ég þarf comeback núna. Ok, ég spyr ykkur drengir hvor ykkar vill vera undan. Ég skal alveg fara fram bara. Ok. Ég var fram síðan, svo steindi pakkaði mig saman. Það er að happa, ég fór í fyrst fram. Já, ég get bara að byrja. Ok. Þannig ég ætla að vinna þetta. Já, þá byrjum við þetta steindanum hérna. Og þetta er ekki flókið. Þú svarar núna bara, þú fegst eitthvað brainfart hérna síðast. Nú svarar þú bara þínum spurningum. Ég veit ekki hvað gerðist síðast. Nei, þú farið í þetta svona 50 sinnum. Já, ég veit það. Og allt í einu sagði ég allir svarið. Já. Og ég bara mundi ekki hvernig þetta virkaði. Nei, það stæðins út. Já. Búið mikið að gera hér. Já, bara brainfart. Já, herðu þið. Já. Vistu tilbúin? Já. Hverju myndur aldrei hætta? Sko það eru. Þá er ég ekki að tala um að anda og eitthvað svona kæft. Nei, ég var að fara að tala um sko, þetta er náttúrulega grunnþarfir, þú veist, maður þarf náttúrulega að fara á klósett og Já. Þú ert að núlla þetta allt út. Ég er að núlla þetta út, þú veist að faðma börnin og eitthvað. Ég myndi aldrei hætta. Þú veist, þú væntanlega heldur ekki að tala eitthvað svona, þú veist, ég má ekki nota barnaspilið. Hvað meinar það? Bara eitthvað svona aldrei hætta að elska börnin. Nei, skilur við ekki að tala um það. Ég veit að þú nennir ekki svoleiðis. Nei, við erum ekki að tala um neitt svoleiðis. Nei. Eitthvað sem þú gerir eða. Já, ég held að ég myndi aldrei hætta að spila tölvuleiki. Aldrei hægt að spila tölvuleiki? Nei, ég meina, þú veist, veistu, ég er eiginlega bara hálf fúll yfir því að við, sko, þegar við kveðjum þennan heim, ég og þú blöð, bara ég hugsa stundum bara hvað. Þú talar eins og sem að frá saman tíma bara? Já, svona, við færum kannski svipum tíma. Við missum af svo geggjum leikjum og tækni
Ég er að vona Síðasta sem ég er að hugsa hvað ég eftir að missa geggjuðum tölvuleikjum Við erum rétt komnir í því meta world bara þegar við förum að beða heilsa sko. Þetta gengur bara ekki Herðu, þá er næsta, hún er mjög létt og þú þarfum vantilega ekki að hugsa hana hvernig átt ammali Ég þarf að það er 9. des Já, 9. des Þú veist ekki einu svona að spyrja Bágmaður 9. des Já, það er auka hérna, bógmaður Ok Já, Það er þetta að fá 2 stig hana Er það? Það er nýja reglur Já, Ok. ég ætla að spyrja hann líka eftir Þú mátt ekki googla það neitt, þú ert að skilja síman og tölvun eftir hérna Nei, Já, maður banna að svindla Já, Ég já. sé þið þarna, þú ert að sitja á samastóðu Egillir á Ég veit hvenær hann á ammali Já, af því að hann átti ammali þegar við vorum í höllinni Það rindar, oj, ég er að gefa það stig Herru, þá er næsta, hvað er, sko, þetta kom Ef ég upp myndi muna hvenær við vorum í höllinni Ég var að spurja, hérna, þetta kom upp daginn í spurningkefni Gilsarans og þá var hann eitthvað að tala í bettunum eitthvað dýr eitthvað, þá var ég að tala að miklu betra að þú myndir spurja hvað var your spirit animal Já, og ég spurði, hvað er svona þitt spirit animal hvaða dýr ertu hvaða dýr tengistu svín Það lítur að vera for real? Já Nú ok, ég er Af bara því að að, grínast nei, af því að sko Svín? Já, Ertu svín? Ertu það nuttaður upp, ok Ég meina- Þú veist hvað svín gera? já, ég meina, þú veist spirit animal, þú veist, það veit allir að ég hef gaman að því að dýfa saltstöngum í Voyager Já. og komi vel fyrir í sófa Tengi það ekki fyrir svín samt Ha, ekki? Já, þú þú veist, veist svínin Baða eru- sig úr eigin leði og svona já, svínin eru samt bara, þau eru geggjuð, sko Þau eru bara gáðu, sko Þau eru eiginlega bara stór fyrirlegt sem að borða þessi Já, maður getur bara að hætta því. Já, maður á bara að hætta því maður, þú veist, þau eru bara þú veist, þau eru geggjuð og hérna, ég meina þú veist, maður er þú veist, til í sófan, það er Voyager og svona, ég er svona, þú veist ég veit áhverju að sjá mig ekki, ég er að leika þetta fyrir þig, maður er svona Svínakall já, svona kúrari, sko Ok, þá var það síðasta Við hvað ertu hrættastur? Vá Og hérna tekja aftur inn ekki með börnin Ekki Nei. tengt fjölskyldu Já, ég skilji Já, svona hrættur þau í rauninni, fattur Já, ég minna, ef ég ætti að svara eina sem ég er eiginlega hrættur við er eitthvað komið fyrir börnum mín, sko Já, ég sko, ég er hrættur við rosalega margt blöð. Ég er eiginlega Þú hrættur við ert eitt allt nájaðasti maður sem ég kynst aðeins minni Það sem er dætt fyrst í hug shit, skóamítillinn hrikalegur, alveg hrikalegur Já. helvíti Lyme disease Já, sjúkdóma, ég er rosalega sjúkdómarættur Mér finnst ég alltaf vera komið með bara krabba og lokast í, sko Flugsliss, ég er hrættur við það Já, flugshrættur Mjög flugrættur Kallast þetta Já, ég er rauninni smá bílrættur ef ég fer þig, sko Já, ég tekja þetta því Treysti mig best bara sjálfum með stýri Sem er mjög skrítið því að þú ert einn liðlasti dræfur sem ég hef verið með í bíl Já, ég heyri þetta oft nefnilega Já, þú ert alltaf með hugan einhvers allstar annars þar heldur við stýrið maður Já, það er alveg rétt Já. Ég stundum, veistu hvað? Ég lendi stundum oft í því að ég bara er komin heim Ég man ekkert hvernig ég komst heim Ég bara byrju var ég keyrði bara allavega heim Þá hef ég ekkert verið að pæla neitt, sko Nei, bókar En þú veist, auðvitað er ég að pæla Ég keyri alveg valega Það er að vona. Já, ég keyri, þú veist, ég er ekki glanni nefnilega Nei, Ef þú eitthvað er keyrir að ekkert keyri, hratt. það er eitthvað hægt, sko Já En það hefur gerst oftar en einu sinni, oftar en 10 sinnum, oftar en, ég myndi nánast voru að sverja oftar en 50 sinnum sem ég segi við herðu augun á veginum þegar þú ert að keyra, sko Já, Þegar við já. erum að fara eitthvað að skemmta Og svo ertu líka alltaf að skamma með því að ég er alltaf að beigja einhvert Þú ert alltaf að spyrja mig hvert að fara, akkur ert að fara hinga, það veit ég ekki með Já, þetta er út hræðulegu bílsturi Já. En við hvað ertu hrættastur? Ég er, sko Ég er rosalega lífrættur Ertu hrættastur við lífið? Og ég Þú sagði veist, já, veistu hvað Öði, nú er ég ekkert að stríða þér það En þetta er bara, þú veist, ég meina GTRN og John er undir og við erum bara tveir og svona Mér finnst alltaf eins og ég muni ég er ekkert það mikið eftir, sko Það er að ég sé aðeinslega bara svona á loka metrónum, sko Það er aðeinslega hugsun Já, þú veist, svona, skilur Já, eða svona, ég sé mig ekki alveg sem einhvern 90 ára gamla mann, sko Nei, en vonandi nú einhver ár eftir Já, en að ég, sko ég Það er að myndi segja bara líffrættur Er það, má það? Já, já Já, veist, ég er það, alveg Ok. definitely, sko Og Þú hrættastu við að deyja sem er rosalega skrítið að því að, þú veist, ég rauninni haga mér ekki hannig Þú veist, ég reykti til dæmis í þú veist, einhver 18 ára og Drekkur eins og svampur þú veist, ég meina, þetta getur ekki verið gott fyrir því Nei, nei. og samt að maður lífsættur, sko En ég myndi segja að væri svona, já, allir það ekki og svona kannski, já, og þá svona helst kannski einmitt sjúkdómarættur
Sjúkdóma, ok, hann fær rétt fyrir það líka. Sjúkdómar hættur eða lífshættur. Ok, herru, banna að taka síma með svo googlir ekki, séði þarna og hendu aglinn. Ég heldur að fara eitthvað fram að Google. Nei, má ekki sunda. Ég fer bara að kíka þráin og þú veist að gefa honum eitt kaldan til að spyrja hvernig það smakkast og eitthvað. Hann náttúrulega með frían access í kælin. Einu maðurinn í fyrirtækinu. Hann fór í hann aðan, en það máttu hann, ég sá hann hækka hérna aðeins í okkar besta fólki á meðan Egill Lennur reyndir beint hérna fyrir utan. Og fylgstu með Steindi, þú varst komin eitthvað daginn. Já. Herru, já, sko, þetta ekki erfitt í dag, Egill. Þannig að þú ert í ágætismálum. Hún fannst þetta bara þægilegt. Heldur ég vinni þetta? Þitt tilfellinga? Líður þannig eins og ég vinni það? Þú ert góða möguleika. Ok. Fyrsta spurning, hverju myndur aldrei hætta? Og þá er eins og ég sagði við hérna Steinda, þú veist, ekki hætta anda eða míga eða elska börnin eitthvað svona, fattur þú? Eitthvað sem þú gerir. Já. Sko, aldrei hætta. Þetta er tricky. Ég myndi aldrei hætta að æfa, til dæmis. Ok. Þegar ég er háður í. Já, farið rættina. Eins og þú satt sjálfur. Þú æfir ekki og verður bara pirraður, leiðilegur og allt það. Ég myndi aldrei hætta að fæta Tenerife. Það er aldrei að fara að gerast. Þú sagði þér eins og þú myndir aldrei hætta að fæta Bene, þú ert eiginlega hættið því. Já, ég eiginlega get sett. Nei, ég var á Benundorm í apríl. Hvað varst að gera þetta í apríl? Já, bara á Bene. Já, ok. Bara eins og fólk gerir. Hei, oftast ertu í tökum eða eitthvað þú ert komin á þennan. Nei, ég bara var á Benundorm. Bara fór og horfði á boltan og syngjandi bullur hann á einhverjum pub og sem var gæja lapp í brjóstaaldra og ströndinni og var alltaf upp á 10 hann. Ok. Svo ég myndi aldrei hætta að drekka kaffi. Myndi aldrei hætta að fá mér steik og raukt. Þetta er svona sem ég myndi aldrei hætta. Já. Þannig að ég er svona alltaf fyrir mig hvað ég að velja winner. Þú ert að velja eitthvað þessu, því ég get alveg staðfest að hann er að fara að giska á eitthvað þessu. Já, hann giskar líklega á ræktina sko. En ég er svona sett hana á parið tenni og kaffið og steik og raukt sko. Þetta er bara Ég það svar. Ég ætla aldrei að hætta. Ég þarf að vera hreinskil. Æfa. Og hann til miður fær punktana. Heldur það? Já, ég þarf að vera hreinskil. Já, ég fíla, nei, það er bara reglan í leiknum. Fólk er að kynnast ég veit að fær punktana. Hvernig áttu afmæli? 14. maí 13. Sama dag og tónleikar. Hann gæti vist að ég klúðraðist. Þá gæti hann klúðraðist 13. maí, ég vissi þetta. En hvaða stjörnumerki ertu í? Naut. Af hverju anskotum að spyrja því? Af því að þið getur fengið 2 stig eftir. Ok. Þannig að þú ert naut heimskur. Já, rétt. Það rétt ég þér. Hvað er, talandi naut, hvað er your spirit animal? Ég fekk þess að daginn þegar þú varst í spurningkeppni og þú varst að spyrja hvaða dýr væri í bettanum eitthvað svona, mér stættu svona skemmtilegt. Já, hvaða dýr tengjur við? Hvaða dýr er svona eins og ég? Já. Þá þarf ég að hugsa hvað hef ég áhuga á. Hvaða dýr er svona líkast? Já, ég hef áhuga á Ocean View og snekkjum og góð útsýni. Hvalur? Já, samt sko höfrungur kannski. Strendur, ég fíla þú veist, ég hata sandinn og vesinn að skóla hann af. Það er óþólandi. Það er græjuna hann á ströndin svo ítir okkur takka og síðan skólaður tásundaræður og græjuna sem kallast sturta. Vel þreytt koncept. En sko, þannig að hvaða dýr elskar sömulit, hvaða dýr elskar Ocean View og strönd og þetta er líklega höfrungur, örn eða skjaldbaka. Ég held að það sko út af því að frábært útsýni út örn en ég held að líklega er ég skjaldbaka því að þær eru oft á ströndinni og sé að ráa þar út í sjóin og senda líka, þær á ströndinni og í sjóin. Já, en þær eru hægar og latar og eitthvað. Þú ert ekki hægur og latur. Nei, ég er satt á ströndinni og ég get farið Ég skal gefa þér höfrungað örn, þú getur ekki verið skjaldbaka. Ég get farið af ströndinni og í the ocean. Já, en veist ekki hvað ég er að tala um? Þú ert ekki skjaldbaka. Það getur ekki verið your spirit animal. Já, þú veist að það er af þessum áhugamáli. Höfrungur og örn, hvort verður? Ég gefði þér ekki hitt. Sko, þá verður þetta sjórin eða útsýni, sko. Sko, þá verður ég bara örn. Þeir eru með frábært útsýni, sko. Ok. Þeir eru alltaf með Ocean View. Já, örn. Þá er það 4. og síðasta, við hvað ertu hrættastur? Og þarna tengi aftur inn ekki börn og fjölskylda. Nei, og nokkur hlutir. Já. Turbulence, já, þannig að flughrættur. Já, ég er ekkert flughrættur, sko. Nei, bara hrættu við turbulence. Silkislagur, þangað til að kemur turbulence. En þú veist, en málið er að ég panika ekki nema flugmaðurinn setja á helvitis spenna beltir. Ef hann setur ekki það ekki á, þá veit ég að þetta er ekki alveg, sko. En leiði heyri sett spennu beltin, þá panika ég. Beltið á er oft bara algjört chill. Ég held alltaf bara í mig, sko. Það er með solution þegar þetta gerist, sko. Já, ok. Síðan er geitungar, kókular og hrossaflugur. Það er bara eins og þessi 10 ára. Þetta er sem ég er bara, sko. Þú basically hrættu við alltaf saman og Teddy sonum. Ef ég sé hrossaflugu heima, ég öskra á hlein. Hún gerir ekki neitt.
fljúandi kónguló. Já, kónguló Og hún silent, sko. Góður við að geitugur heima höfður, þú heyrir Ég þekki alveg svo trættast við Hrossaflugan, þú heyrir ekki í henni. Nei, hún gerir þér ekki neitt. Nei, hún getur bara, en hún sest á nefið á þér eða augað á þér. Það mættu setjast 15 á mig. Ég myndi skellin hlæg. Já, is that a dare Harry eða? Já. Ég var bara hjólið þetta. Ég var með 10 sportdreg á mér sem geta drepið mig. Hvað heldur þessi hrættu við hrossaflugu? Já, en það eru silent, sko. Það er sem er. Já, það er margt annað silent. Sko, af þessum 4 hlutum sko, það var mikið að geitugum á Tomorrowland í ár. Ég náði að venjast þeim aðeins þar. Ég var skítrættur fyrstu dagana sem einhvern veginn bara lærði að lifa með þeim. Þannig að sko, þetta er kongulæri hrossaflugur líklega. Turbulence. Já, ég er bara búin að fljúa. Þetta er ofta sér flýg, svo ofta því að tala við flugmenn turbulence, ég betur líðum með það. Svo dag ég var í ammali og flugmaður þar sem er hjá Icelandair og hann var með kortis að ræðu hvað er örugt að fljúa og hvað turbulence er og allt þetta og ég hef aldrei hann breytir lífið minn í raun. Þannig að hann heitir Haukur, það er kongur. En ég segi hérna hrossaflugur. Hrossaflugur, ok. Það er alveg rosalegt. Hvað? Þau bara hefur séð það. Já, og margóttið fyrir utan heima. Men hérna, þá er Steinþór kominn hérna inn. Ég held að þú vinnir þetta í dag aftur, Steinþór. Jæja, er það? Já, helviti líklegur, sko. Sko, ég vona þetta bara að vera spennandi sem síðast. Ok. Spennandi keppni. Séð bara hvernig hann labbaði með yfirvaraskeggið og þú var að vinna þetta. Ég ætla að byrja á manninu með yfirvaraskeggið. Ég spurði Egil, hverju myndur aldrei hætta, Steindi? Hverju svaraði hann? Sko, það hlýtur að vera að hann myndi aldrei hætta að æfa því að ég hef heyrt hann reffa í Svarsnegurinn sem æfir ennþá og já, aldrei hætta að æfa. Það komið stig í hús. Yes! Vissi að hann myndi fokkin geta. Hann var að hugsa líka að hætta aldrei að fara til tenni og steik og raut og kaffi, steik og raut og tenni og líka henni og það er líka, ég er aldrei að hætta að reyna þessu sko. En þú veist, já þú meinar, ok. Nefna tenni bara að vera sprengt upp eða eitthvað, ég get ekki fara á það. Þú lítur að finna einhvern tímann stað sem er aðeins betri sem er beint flug hérna í DS Jan Feb eða skýta fokkin kuldi hérna og uppið. Nei, hvert? Þá spurði ég ekki, beint flug, það verður ein flugvél, 5 tímar, það er kostur við tenni. Í framtíðinu verður bara teleportklefar. Það breytir leiknum aðeins. Það er ekki teleporta með eitthvað 300-400 ár bara. Ég spurði Steinda sem er spurningu Egil, hverju myndi Steindi aldrei hætta? Og svo miljón hlutir sem poppið fyrir mig. Já, við þurfum einhver Nei, hefðu engan lista. Nei, ég verð ekki komið lista, ég er að hugsa upp á þetta. Sko, þú myndir aldrei hætta að hrista þig, ekki at gunpoint. Sko, þú veist að því ég segi engan lista og þú segir að hugsa upp á, það er að sama. Þú ert bara basically með lista. Þau eru bara svar. Já, ok. Sko, myndir aldrei hætta að gangi í þessum kífi nærbyggsum sem þú ert alltaf í. Spila töluleiki, þetta er ekki hætta því, út gamer for life, sko. Bara óhólla mat, drekka áfengi, gambla, veipa. Gamli góði listin. Hann er ekki með listan, hann er bara að hugsa upp á það. Já, hann hugsa listan upp. Þú elskar að skeina þér, sko. Þetta er skeinaðir, drekka áfengi að töluleiki. Skeina er náttúrulega sama og ég sagði, sem á að gera það. Það eru grunnþarfir, sko. Það tekur svona auka shit, sko. Sko, þetta er töluleikir eða rauðvin, eða ekki? Eða ekki? Ég ætla ekki að horfa reitt á þið núna. Ég ætla ekki að gefa neitt upp, þetta er keppni. Gaming. Það er rétt. Hann myndi aldrei hægt að spila tölvuleiki, það er 1-1. Rosaleg keppni. Það er bara að lesa í þetta. Bæði stig. Ég ætla að byrja á þér, Steindi. Hvenær á Egil afmæli fyrir 1 stig? Sko, málið er að Höllin, hann átti afmæli 13. mæ. Það er rétt. Nei! Þeim þýðir í hvaða stjörnumerki er hann fyrir auka stig? Það er svo sem að spila Bamboozle núna. Já, hérna, hann er ég ætla að segja hann sé hérna fyrir 13. Já, sko, þetta er dóttir mín og ammali 7. mæ. Ég var bara að vita þetta. Hvað er rugglir þetta? Hvað er með það? Já, þá er það sko ég man bara ekki að önnur er, ég ætla að tvíburi. Það er rangt, hann er naut. Já, nautið. Er dóttir þín naut? Já, sko, dóttir mín er naut, hún er 7. Hinn er tvíburi, hún er 22. Já, ok. Þannig að þetta er svolítið trikki, mann myndi ekki hvor. Þannig að þú fegst 1 stig þarna samt. Egil, hvernig á Steindi afmæli? Desember. Rétt. En hvenær er þess? Við þurfum að fá. Það er að vera totally accurate. Já. Sko, við erum alltaf drullið að halda ekki upp á það. Og það er þetta svo nálægt jólunum, bla bla bla. Já. Að poppa upp með 9. eða 12. eitthvað þar. Svo getur ég verið way off. Þetta er samt ekki, ef þetta verið ónálægt jólunum þá varum við á töði, já, ég er í jólunum. Þetta er annarkvort þarna 12. 9.
En þú getur jafna með að segja mér Sama dag á hemmi Já, hvaða stjörnumerki er hann? Ekki bara, veist, er það ekki Steingate eða eitthvað? Nei, hann er bóðmaður Þannig að það er 2-1 steinda Ertu bóðmaður? Já, ég er bóðmaður Eins og hérna í gæði með hvítahári og hérna í Skýt beinti Í marg Lord of the Rings Já eins og hann Bara nákvæmlega eins og hann Er það ekki? Steindi, ég spurði Hvað er staðan eiginlega? Það er 2-1 fyrir steinda Hann fekk stig hérna, þú er að Hefur það fekk auka punktið að hann verið með nautið? Já, það verður Ok, 3-1 sem betur fyrir Það hef ég Akkur klára sagði ég ekki 9. Þú byrjar á því Er ég hálfvitið? Ég hefði hugsað rúleitu 50-50 bet Hann er alltaf með 9 rúleitu Hann er með svo 60 tölur sem þú Reyndar Steindi, ég spurði Egil hvað er spirit animalið þitt Hverju svarar hann? Sko Ég langar að segja mörgæs Af því að þú veist, það hefur komið fram að það er upp á stýrið hans í rauninni sérstaklega ef þetta er stærri típan þarna sem er til, þarna sem er meter Já 1,5 meter eða eitthvað, þetta er risamörgæsin Hvað er það að reyna að veiða viðbröðina? Þú erum að segja hvaða dýr hann sagði Spirit animal, ég held að hann hafi valið eitthvað svona aðeins Hvaða dýr tengir hann við? Hann tengir við hvaða dýr tengir hann við? Það er tíma, það er líka Nei, ég fer að hendi í 30 Það er ekkert á sko Jú, Þetta er mörgæs eða Gjóðum fólum með Líkur ekkert að máli, hann er betur til pressu sko ég ætla að segja mörgæs Mörgæs, það er rangt, þú varst ekki langt frá því, það er örn Haförn Ekki langt Gott frá útsinni því Hvað, heldur ég hata kulda eftir það sko Já, mörgæs eru bara í kulda Hann vildi vera bara hjá The Ocean Ég vil hita Já, okkur valdur ekki bara hitabeltistýr Ég stakk upp á skjálpungu og Ég örn banna og höfrung og Svo langt frá því Herðu, hvað er spirit animalið hans Steinda? Hvaða dýr tengir hann við? Sko Ég ætla bara að setjast niður núna og fá mig síkó Þetta verður get aldrei listi Þetta verður Nei, listi þetta er alveg svona 3 dýr sem poppuð Já. Þetta er kanína, gíraffi eða svín Þetta er allt dýr sem eru mjög sexually og þú veist Þannig að ég hugsa kanína sko Þetta er alveg Það sem galið, poppaði upp sko En þú hittir gíraffum daginn Þú hittir hann Gufu ruglaður Nú er ég ekkert að grínast þér og ert alveg gufu bara kegg spila Er það sexually acting? Nei, þetta er spirit animal Þú ekki? getur- já, þú Þú getur getur finna jafnað. dýr sem ert svona Ert þú í dýra Já Það er ekki dýr í töluleikjum sko Þannig hvað er ég að velja Þú veist Það hvað fylgta dýri við töluleikjum Aha, Já. að spila töluleiki Nei, bara í Nei, bara í Ég var að þeim meina leikjum það Ég sko Þetta svín, nei Þetta svín að gírafi Þú ert aldrei að segja kanína sko Það er ekki við ekki hana það Allir sagði það ekki freka bara Gíraffi. Svín Þú hefur jafnað maður Vá, þetta var ég Talaði er að svo tveim svörum Það er svo nálagt í að Þú vera með sagði þetta. aðan svín og sagði 9. Þú værir Það yfir var gírafi að svín Það er jafntefli. Helvítis Já, það er ein eftir, nei það er 2 eftir þér Hann er búin að klúra þessu báðum Auðvitað maður Að Ég geti náði í Þú getur jafna, já ég byrja á Ég þarf ekki að tapa, það er mjög mikilvægt, sko. Já, þannig að þú getur jafna og sett spennu á Steinda Þú ætla að vinna Við hvað er Steindir hættastur? Hann er hættu við veikindi Og sjúkdóma Hann fer í til lækni svona Oftar en venjulegi borgari gerir sko Og hann fór bara Fór einhver 200 COVID-test sko Svo var hann hrættur að vera brotist inn hjá honum Ég hef aldrei tekt neitt sem er hrættu við það sko Og Er þetta listin? Já, Stefán? ég heyri henni hann alltaf ekki að hugsa upp á bara alveg hrættu við að missa Vera geturlega slíka Og laf hrættu við það sko Nei, ég hef aldrei ég held að séu veikindin Hann er skítrættu við það Það er rétt, sjúkdómarættur, lífrættur Þetta er rosalega Það er búið að jafna Sko ég ætti alveg með fullt hús í dag sko Já, þetta er fyrir Þetta er fyrir sigurinn, ok Það sem hann er hrættustu við alveg staðfest Það kemur þrennt til huga, það er annarkot fyrildir, hrossaflöð eða geitungur Og þetta er það sem hann er hrættustu við og ég ætla að segja þessi geitungur Það var hrossaflöð, það er jafntefli Nálægt alltaf venn við skuldum Andskotinn. auglýsingar og það fyrir löngu síðan Það er ég þeirra að hlusta hér á FM 95 Blö á FM 957 og já, það er lýðræði í FM 95 Blö og við hlustum á okkar hlustendur Það var þjóðina. könnuninn á Instagrami mínu og þjóðin kaus og það vildi máva Þannig að Það má ekki gleyma því sko að það er máva pláa á Íslandi það er minna talað hana núna samt, sko. Já. Þetta var í öllum fjölmjölum á tímabili En máli er að hún er samt sko í gangi og hérna ég held að fólk viti sko, ég held að fólk hefur heyrt söguna styrdánu þannig að þú veist, fólk veit alveg að þeir eru farnir að svona
fara sér upp á skafti sko. En finnst ykkur gæsir vera líka að færa sér upp á skaftið það? Já, svolítið Sko, ég veit að, sko Við erum ekki að fara með dagskóli sem heitir gæsir. Nei, þetta gæsirnir eru á hringtorgum og ráandum hér og það, sko. Já. Það daginn var ég að leiðin í vinnuna, sko. Ég er alltaf að sjá það, sko. Já, sko, það voru að labba yfir götu og ég stoppa. Það léku sér að því að labba hægt yfir. Það hægði á sér. Það hafa reyndir alltaf verið þannig. Býttu, er að tala um að gæti þurft að koma á dagskóli sem heitir Gús? Já, ég veist, það voru heila gáð með puttand og þannig labba yfir, sko. Svo fyrir við strax eftir máva fyrir við í Sverða en Steindi, þetta er hérna fyrir þig, þetta er búinn. Eða þú voru að spila hann allan? Þetta er fyrir hlustendur líka. Það ekki? Mávar. Já. Fekk viku pásu. Við erum hjertalega velkomin í Máva og ég er með 3 alveg ekstra góðar fyrir ykkur dag. Okay. Þetta er keppni, drengir. Getur þessi liður orðið betri alltaf með hverju viku? Ég skilði, ég sé það ekki gerast. Með hverju vikunni verður hann betri. Já. Okay. Það kom 10 spurningar allt í allt, sko. Þannig að við erum að fara hvað, 2-3 í dag? Ég er fyrir mig 3 Glæsilegt. og ef við ekki bara vinda okkur í þetta. Jú, bara sem fyrst, takk. Fyrsta spurning í Mávum. Það er föstudagur 23. drengir og hún hljómar svona. Geta mávar þekkt andlit á fólki, munað eftir manneskjum eftir útliti? Ég segi já. Þú segir já? Já. Minni á, þetta eru kostuleg kvikindi og Já, þú ert líka búin að segja að þið væru klárar en maður hélt, sko. já, Þannig að þetta meina að máurinn sem pakkaði þið saman hana já. man þá mögulega eftir þér, sko. Ég vona Já. Við getum orðað þannig að ef svarið er rétt þetta, sem ég ætla ekki að gefa upp að því að þú ert eftir að svara hitt, Já. þá segjum sér svo, já, þá myndi hann muna eftir mér. Kannski ekki svo fyllin en hann manna kannski eitthvað tíma. Já, mann og veit þá núna að það var engin ógna mér og getur þá í rauninni komið hvenær sem er í garðina mér og verið með vesen og ég segi ég þetta bara rétt. læsi mig inni, sko. Þetta er rétt. Sem báður já. Það er hárrétt hjá okkur! Yes! Já, það er 1-1 í Mávum. Þetta eru kostulegi fuglar og Spáði, ef við færum til Thailands eftir núna, Steindi, færum á fílana, þeir myndum muna eftir okkur. Já, En þetta, pælið því. endalaust eða ekki Já, bara muna muna allt ekki sitt x lengi bara. Nei, það er bara þeir eru með, það er enginn í veröldunum í að gott minni og fíllin. Ekki einu sinni bara manneskja með það. Nei. Herru, en hérna sko, ef þú gefum að borða úr næs við máv og svona, þá muna það. Þannig að ég, Ok. þú veist, ég er fór að hugsa, þetta getur verið gott gæludýr. Já, Ef þú, jú, Já, ég er spæðið að fá með máv. Gerðu það, please. Bara fáðu ég er með máv. mávin sem komanda, sko. Já, ekki fáðu gæludýr sem ræður ekki við. Nei, ég held samt að þetta sé svona eins og í Avatar. Þú veist, munið, þegar þeir voru að, hérna, parast við drekana. Þú veist, ef þú veist, bara hittir hann og þá bara svona er hann þinn. Já, þú tengist honum. Já, ef ég tengist honum, já. Okay. Þannig að ég ætla að hafa þetta opið. Það var önnur spurningi Mávum, drengir, og hún hljóma svona: eru seagulls með gott minni? Var það ekki Varst eða að spurja því? Nei, þú veist, ég var að muna spyrja hvort andlit. það er muni andlit. Þetta er ekki þinn besti liður í dag. Ég ætla að segja já, þeir eru með gott minni. Fyrst þeir muna andlit. Þá er ég að tala um bara, þú veist, eru þið með geðveikt gott minni, bara Já. á við fílinn. Hann gaf þetta eiginlega Já, þetta er svo vitlega sko. Nei, þetta er ekki, Já, nei. þetta er ekki hvað minni við. Ég segi sem er gott minni. Já, ég segi já, þeir eru með fín minni. En það er bara fínt, ég er að tala um geggja minni. Já, við segjum Gott báðir, minni, þú við veist, segjum báðir já. Það er bara mjög gott minni. Ok, segjum að þessi góð, einhver Nei, það er ekki útskýra, við erum búin að svara. Við segjum báðir með gott minni. Ok, þannig að þið eru basically aim á það að það er góð og huggulega æla hérna á jörðinni, máfur en sattur flýgur fram í á manan eftir ælunni, getur komið eftir viku og borðað hana. Já. Það er hárrétt hjá okkur. Það er hárrétt hjá okkur, drengir. Þetta var bara basically sama Já, spurning. Já, sko, mál er Og að svipur. þetta eru nefnilega klári fuglar, sko, þeir eru það og þeir geta með þess að fali hluti, sótt á seinna. Ok. Sem að komist í grilli hefði blöð, taki steik, felana, svo getur hann bara að borða hann að setna. Já, ok. Þetta er alveg merkilegt, sko. Þetta er, þessi fuglar eru kostulegir, ef maður hugsa það, sko. Maður lítur svona, Er þriðja spurningi líka tengt minni eða? sko, nei, Þá er það ekstra latur það Þriðja spurningin. Þriðja er líka minni, sko, þriðja spurningin er, Þú er samið þetta bara hérna rétt árið löpuðu minn sko. nei, alls ekki. Þriðja spurningin er nefnilega svakaleg. Geta mávar tekið key Key? Hvað er líkilega kókaðinni? af nýmöluðu bólífisku í Eyjói? Góð. Já, ég minn, er Já, þið við geta bara sniffað hvað ekki sem með er. nef eða hvernig það? Nei, ég meina, þú veist, ég meina, Er þið bara með gogg eða? Hvernig, Já, þú meina þú segir ekki með nasi? Ég veist stórt nef á máða. Ég ætla samt að segja já. Ég meina, þú veist
Ég heldur sé ekkert mikið í þessu en Nei, ég heldur gætu það Ég sé bara fyrir mér augu, hvítan haus og gogg sko. Getum áður partíða hart Ég hef bara ekki séð nefa Getur það sogið með Nösinni Ég segi nei Ég segi já Rétti agli Ég held ég að ekki sé það sjálfur allavega Ég hef ekki séð nefa Hefur ekki séð, googlaður þetta ekki það? Ég held að fáur ekkert enga niðurstöð með þetta Google sko Þú veist ekki svarið? Jó Með þetta Nei, þú veist ekki svarið? Jó Ég hef aldrei séð, þú veist, þú aldrei séð hann halda bara á lykli Nei, ég hef ekki heldur séð hann bara fela og þekkja andlit Nei, hann Þú gerir verður það. að vera með niðurstöðunar á hreinu Þetta er rétt, sko, ég minna, þetta er bara common sense Hann veit allt ávar Ok, googlaðu bara, can they suck up their nose? Bara eitthvað, því að þið geta það, þá getur alveg fengið sér bóluvist kókaina, hvað sem þú kallar með þetta nef. Sequel Ég hef ekki séð nefa sko. In their nose Augu og gogg In their Þú nose verður að vera með staðreyndir á hreinu Mér finnst þetta að standa sig mjög vel Sometimes when I blow my nose it followed by my Guð mig góður, hann átti að tala ekki ennsku til að byrja með Þetta er lag sko. Kynna, býtu Þeir Bubbi Mortens og Auður voru að gefa út rosalegt lag í dag á Spotify Nei, það er og við ekkert ætlum að No Lies. heyra það að heiti Tárin falla hægt og það er einmitt það sem er að gerast hjá mér hérna í þessum lið Tárin falla hægt Það er ekkert sequels Nei, vertu með þetta á hreinu. og geta haldið á liklum sko. Þetta er þeirra að hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957 og það komið að klefa Steindi, við erum ekki í beinni, við erum í klefunum góða Er þetta gett svo virtasti núna sem öllum í? Jú, og við erum búin að gefa honum alveg 3 vikna frí Já Allavega, já, 2-3 vikur Nýjasti liður FM 95 blöð, hann heitir Sverðuða og þetta er ekki flókið fyrir ykkur sem er að heyra hann í fyrsta sinn Við ringjum annars vegar eitthvað átt í bæ eða í eitthvað sem við þekkjum og erum bara að biðja fólk um að sverja hluti sem að fólki finnst ofta óþægilegt því að Maður á svona, er ekki Maður á ekki að sverja. Maður á eiginlega ekki að sverja ekki nefnum að sé alveg 100% þess að segja maður sverðuða Já, en Já, í ég rauninni, sverða. sko Fyrsta skipti sem ég heyrði munin á lofaru og sverða var bara hjá þér, í þættinum Já, það er mikill munur samt Já, En svo segðu núna, heitir Rauðan Blöndal Það sverða heitir Rauðan Blöndal Já, Sverða já, ég þóra alveg að sverja það því ég veit ég heita Já, þú meinar En þú veist, en minna ég skildi ekki ennþá Ég skil ekki munin á lofaru og sverða En vilt þú ekki byrja bara? Jú, ég er með hugmynd Ok, hvað er það? Því að það er föstudagur Já, Og þá fannst það er mér náttúrulega alltaf föstu að þurfum við klifa Já, ég veit það En þá fannst mér svona að við hæfi að ringi blómabúð Þú veist, Ok. það er mikið að gera á föstum í blómabúð Já, og ætlar að, já, bara beðið um að sverja hvort það hittu eftir sér til og svona Já, bara svona, þú veist, eigið þetta og hitt og sverða og bara svona kannast stemningun almennt, sko Ok, ég er með, hérna, ég kom eina Blómferðilega góðan daginn. Já, góðan daginn Eru þið ekki með blóm? Jú, Ekki eru þið með rósir? ég er með einhverja rásir, jú. Eru nóg til af þessum rósum? Er þið fáar eða eru þið með margar rósir sem eru til núna hjá okkur í búðinni? Ertu að hugsa um eitthvað sérstakar rásir eða Eru auðarósir? rauðarásir? Já, nú ekki til mikið af rauðarásum akkur núna. Sverða? Ég á 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rauðarásir. 8 rauðarósir? Sverða? Áttu 8 rauðarósir? Já, það bara var verið að kaupa svolítið margar rétt áðan, sko. Þannig ég þarf bara að fá fleiri, ég fæ mögulega fleiri klukkan 4. Sverða, ertu að fá út á klán 4? Sverða við mig að þú fá meira þá? Ég get ekki svarað það, sko, núna, því að ég þarf bara að láta vita og gá hvort þeim getið sótt fyrir mig. Já, því að ég var í raunin að leita eftir 12 rauðarósum. Þetta er svona Ok. tákgrænt. Ég skil þig. Þannig að ef ég geti komið enda kannski 5 minútur yfir heldur að væri kannski komna fleiri rósir ég átti að duga í raunin ekki nóg mér langaði eiginlega að eiga 12 rósir getur þú svarað fyrir mig að þetta verið komið Ekki klukkan 5:04, sko. Ég er ein hér til svona En svona- kannski 3 til milli ég veit ekki alveg hvort þeim komið 4 eða hálf 5, sko. Sverðu þetta að staðan sé svona Bara akkurat núna því miður. en túlípanarnir, Þeir eru ekki komnir í sísón ennþá. Þeir koma Sérðu? á næstu vikum. sverðu það Já, eru engin túlípanar og bara 8 rósir rauðar já, ég á aðra rósir Ertu að sverja akkurat þetta? núna. Sverðu þetta? Svona er bara staðan hjá mér akkurat núna því miður. Já, ég skil það nú svo sem alveg ef þetta er staðan bara en kaktusarnir eru með ykkur og svoleiðis Kaktusa? Við erum að selja kaktus Ég á 2 svona pínu litla kaktusa núna. Já, nú, sverðu það? Já, Ok, herðu, ok, þannig að þú ert með 2 kaktusa að klára og ykkur rósir og svona já. Ok, en þú sverði þetta alveg glæði ekki sem að sé ekki að koma fílu fyrir
Já, ég á alveg 2 kaktusa svona litla, þeir eru alveg bara svona í tiny pottum, sko. Já, alveg. Það gæti verið komnar fleiri rósir milli 3 og 5. Ég er ekki alveg 100% hvenær hún kemur, en ég get tekkað á því. Sér það? Já. 10 fingur eftir guður? Ég bara, sko, ég veit ekki alveg nákvæmlega klukkan hvað þær myndi koma, en það væri þá mögulega bara upp úr 4. Já, meinar. Á ekki bara að koma þá? Þú getur tekkað við, jú, þú getur kikt við það. Hvar er það til húsa? Þetta er í Suðurveri. Sverðu það? Já. Ok, það er nú nálægt mér. Herðu, þá röldi ég bara yfir þannig og frista gæfina með þetta. Ég meina, ef þetta er ekki komið, þá er þetta náttúrulega ekki komið. Það er ekki okkar höndum í rauninni, ekki að það er mikið að gera og svona. Nei, það er nú meira bara í höndurum á kallinum á öðruhæðinni. Já, ég tekka á þessu allavega fyrir með rauður og svona. Er það ekki bara sverðu það? Ætlar að gera það? Ég tekka það, jú. Já, alveg, ætlar að hringja út af þessu? Já, ég ætla að hringja það út af þessu. Sverðu það? Já. Takk fyrir það. Ok. Já. Takk. Já, bless. Sko, greið kona maður. Já, indal var hún maður. Það er líka gott og auglistir. Þau fá frí auglýsingarna. Þetta er í Suðurveri og það er gott starfsfólk þarna. Gott starfsfólk, þetta bara starfsmaður mánaðarinn, sko. Herðu, er konan að skána hér, konuröttin? Þetta fannst mér ágætis kona. Já, eða var þetta kannski ekkert kona hér? Það var ekki planið? Nei, þú veist, þetta var bara svona bara svona leik ykkur típu, sko. Í rauninni var ég ekkert búin að ákveða hvað kyn það væri. Þessi típa, já, svo fyrir utan það náttúrulega 2022 skiptir engum máli. Nei, þetta var bara rödd. Hvað okkur að setja þetta í eitthvað svona kategórir, eitthvað konur og kall og eitthvað? Ég? Herru, en þetta var, já, þú meinar. Jú, þetta er konur. Ég veit það ekki, maður. Ég veit ekki, ég get ekki follow þetta, maður. Þetta var svo vel gert hjá þér. Ég glemd að telja. Áttu maður ekki að telja? Hversu oft maður fætt sverðu? Er það? Ég var það ekki. Þetta er alltaf skrýtna reglur hjá okkur, maður. Sko, það er ok. Þitt var, það er erfitt að topa þitt, en höfum við ekki alltaf reynd að hafa þetta þannig að þú ringir í eitthvað sem að þekkir ekki og ég ringi í sem að ég þekki? Jú, við höfum alltaf reynd að víxla þessu. Ok, þannig að ég veit ekki hvernig ég var að ringi. Ég er náttúrulega búið með mikið af bestu síndalunum sem ég er svona ofta að tala við. Ég meina, þú getur samt, sko, þú getur í rauninni ringt í hvert sem er, sko. Já, herri, ég var með misskól frá Skara Svila tjekka honum. Ekki segja Svila. Hann er Svili. Var það ekki eitthvað vitlaust það? Nei, hann er ekki. Þetta er ekki máðin? Nei, hann er nefnilega ekki máðin minn. Hún er mákona mín, hún Telma. Já. Því að hún er systir. Ég held að Svili hann er Svili minn. Nú er ég ekki að reyna að leiðilegur. Ég held að þetta sé mávategund. Jú, í alvörunni. Svili, ég heyrti þetta. Já, okay, það er alveg með eitthvað sens fyrst þetta er hún er mákona mín. Já. Hann er Svili minn af því hann er með henni, eða giftur henni. Sérðu hvað mávarnir laumast á okkur alltaf. Þeir eru ekki mávar í dag, ég meina könninu vannst. Þetta er takeover. Ok, á ég tekka honum. Ég veit ekki hvort hann sé nú að fallega, sko, en prófum þetta bara. Við heyrum bara strax hvort þú náður hann. Ok. Það segir ekki alveg. Góður en þú? Herri, ég er góður. Þetta er í vinnunni eða? Ég er inn í, við vorum að klára æfingu bara. Já, ok, svona snemma. Já, það er frí helgina, sko. Já, ok, næs. Hérna, ertu onna á sunnudaginn? Já. Sverðu það? Ha? Sverðu það? Sverðu ég það? Já. Já. Já, ok, ekki. Þetta voru stemming, það er allir að mæta? Já, þetta er bara geðið. Já, þetta er Hvað kokkur er þetta? Þetta er einhver svaða kokkur, Ísak heitir hann eitthvað, geggjaður, sko. Og hvað, er þú bara að sjá út af matinu, að gera hann að það? Þetta er bara svona eitthvað sem hann er að taka á. Bland eitthvað, já, ok. Þetta voru geggja. Já, ok, bara inn í eldhúsi. Já, ég vona það. Já. Þetta er allir að fá þér tvo kalda eða? Já, maður fæði tvo kalda. Sverðu það? Já, veitu, ok, nú ert í ykkur ruggli, maður. Í hverju? Sverðu það. Hvað er það? Ég bara... Já, reyndar. Ég lagði eitt sverða, voru 2 sverða og mikið. Já, það var svo peppar og sverða. Já, ég var að finna eitthvað rétt að leiði í þetta, maður. Herru, ég heyri betri í rættin. Já, ok. Ok, bæn. Hann fattaði þetta. Sko, já, ég náði honum en samt. Hún grunnaði ekkert fyrst, sko. Ekkert fyrst. Og ég er ekkert viss mann að við heyrt liðin. Nei. Hann bara heyrði hvað þú varst peppar. Já,
Ég ekki viss hann að heyrt sverða en hann svona hann gruna að ég var að fíblast í þessu þetta væri eitthvað skrítið síndal Alveg smitandi hlátur Já, gæslega smitandi hlátur Herðu, þetta var sverða og það aldrei neitt sigur í þessu Nei, þú veist, í rauninni vann ég að því að hún sagði svo oft sverðan Já, reyndar, jó, þetta var betra að Ekki takkit að með maður, ég vinn ekki oft í það Til hann byggju, herðu, vannst, já, það var vel ekki Þetta The Weeknd með Out of Time Kemur einhvern veginn alltaf á svipum tíma hérna hjá okkur því að minnir þetta hefur verið í seinni hluta þáttarins síðasta första líka en við erum ekki Out of Time því að við erum að fara í spurningakeppni Gilsarans og þú varst að vinna aftur með hvað Egill í dag? King of Awards King of Awards, já Út af því að það var Eddan síðustu helgi og ég var að hugsa svona hver kongur það Þú reynir að hafa þetta svolítið svona tengt alltaf Rétt það sem að gerast í þjóðfélaginu Já, þetta sniðut já Já, mjög Mér að fljótlega verið King of Winter Ég var að hugsa, ég er alltaf með King of Summer En veit okkur ég er aldrei með King of Winter Hefur aldrei verið með það? Það er ekki sagt skjölunum mínum En þetta ekki með King of Fall, haustu Jó, ekki? Jó, það hefur verið, eftir vorni manstu og það allt Já, það er Ég hef ekki verið með haustið sko Jú, King of Haust Það var 2020 Ok En hefur ekki bara farið það sem út með nú? Það er rosalegt að þessi geimasýra sem þú ert alltaf að spyrja og ert með á sért með þetta svona inn í ykkur Excel-skjali Þetta er allt dokumenta Þetta var allt sko og meiri sér líka bara hvernig keppna fóru hann getur flett upp keppna og það bara á 5-4 2018 En hvernig getur þú verið með alla keppni dokumentaðar en samt alltaf með sömu fokking spurningarnar? Það er ótrúlegt Þessi spurningu er komið áður Þessi er komið á rót blöð því að það er ekki Þetta er sérstök þessi sko Ég get sagt þér nokkra hluti til dæmis bara svona ef þeir eru ekki í öllum þessu skjöliðurum Steindi, hann á ekki hreindir Það er samt bara ekki En ég held þú sért ekki með accurate information Og hann hefur aldrei sagt einhverjum að þvó sér penisinn Það er hellingur að það sem ég sagt þér Fyrsta lagi hljópan í kringlunni, hann búið viðurkenna það Nei, ég hljópa aldrei Mætti á okkur að samkomu Svo ég sé Það var bás í kringlunni, hérna ég get ekki á hlaupið Ég sá mynd af hreindunum fyrir það kjónum og ég sá því að það er vistluðum daginn Já, ráðurinn í kisti að úti í skúr hjá honum eru hreindir hóð Já, ég geði Þannig það er ekki svona Þú erum ekki ræðið það eins og En ég er mjög spenntur hvernig það fer Já, það eru allir spenntir Hefur þau unnið Eddu? Já Það ekki? Nóksins Báðum með púntar það? Báðum púntar Hefur átt vingott við Gellu sem heitir Edda? Vingott Einhver tíman Ég voru að hugsa way back Þetta er bara, slellið með Eddu Það ekki, þú reyfjar þetta upp Diskoteki í Mosó Já, ég meina, vingott, jú Já, það er Who's the lucky lady? Hvað er þetta eitthvað bílað? Ég er ekkert að ræða það Bara Edda, króksar Edda? Nei, herru, þetta er bara ég svaraði Edda á bænum? Hæ? Ok Bara Ég varst ekki, getur ekki Nei, ég Já, einhver slelli Ég held, nei, ég held ekki Ekki Edda? Nei, ég held ekki Ok Blöð, þetta pakkaður saman Það var frábært Það er 2-1 núna Þú sé eftir ég að svara Nýbyrjað Varst þú íþrótta hetja skólans þíns eins og King Richie var í sínum skóla? Já, ég var svona Já? Ég myndi segja að vera einn af fleirum En þú veist Varstu bara íþrótta hetja í skólan? Já, ég var í fótbolta og ég var að vinna hlaup og svona í grunnskóla, já Já, ég er sama á Steinda Ég var í fótboltanum og Íslandsmeistari í körfu og eitthvað Þannig þið voru svona fyrirliðin í skólan í the sports Það er nú ekki endilega Ég var fyrirlið í 3. flokki og öðrum flokki í fótbolta Já, þetta er rosa, þetta er mjög spennandi 3-2 núna Ertu með eitthvað velun upp á vegg heima hjá þér eins og til dæmis medaljur, bygara söluvelun eða hreindýr En ef það er upp á vegg í bílskúr Hreindýr orðin veluna Veluna hreindýr Veluna hreindýr Ó, þetta er langsótt maður, þú tegja þetta svakalega Sko, þú ert með upp í þú ert átt bílskur náttúrulega Já, ég Það er rosa, ég var alltaf bílskur Platinu 70 mínútur Var það bílan inni eða drasli eða bara Það er bara drasla núna Og alla trophies Eitthvað svona að þú seldir eitthvað X marga DFD sko fyrst velun það var eitthvað svo leins Það er rosalegt Það er eins og mig bara En, eða? Já En þú veist ég geði punkt við reyndir líka, þú veist að ég hefði geði punkt Ég bara er ekki með neitt veluna hreindir upp á vegg Það er inn í skúr Það er 4-3, þetta er ekki verið svona spennandi Ekki hreindir Hefur þið verið duglegur og klárað einhver heimilistörf og fengið velun frá frúnni? Nei, ég get ekki sagt það held ég ekki. Nei, ekki, eitthvað svona, og nennir árið þurrkar afeska mínir og skal ég, þú veist Nei, það er ekki gest En
Nei. Eða eitthvað svona pakki daginn eftir og stuglegur í gæra? Nei, en ég fengi Hvað hvatningakerfið heima hjá okkur? Sko ég fengi Hvatningakerfið sko Ef ég hef sagt til dæmis ég tók allt til eitthvað og setti upp á dvölinu eitthvað þá fengi ég freka bara svona og hvað, viltu velun? Já, maður færi við þetta freka Já, það er meiri líkur á því En þú aldrei gefið þess að velun? Nei Gætur urðið veluna í skeiningum eða verið keppt í því? Nei Segð þetta unnið til veluna, já, í skeiningum eða væri bara íþrótt og það er keppt í því Það er ekki hægt að keppi Ok, höfum eitt á hreinu þó að Steindi skeini sér oftar en ég þýðir það ekki hans er betri en ég í því sko. Nei, that's a repetition Allar íþróttir að gera þetta genina Já, ég er búin að gera þetta í 42 ár Ég kann þetta En þú fer með hendina samt að milla frama Ég fer ekkert að milla frama Þú er kannski bara að skeina Þú hefur með eitthvað að ræða til blökastinum Já, þá bara því Það er yfir pungina Nei, ég fer ekki Hvað er að gera þetta? Það er mikið eftir að farið ekki upp og niður gerði svona þá held hann ég að vera að fara á milli lærana þá vinna ekki velun og gerir þetta svolítið ekki lofaði því sko nei, ég hef aldrei gert það svona veistu hvað, ég ætla ekki sko ég myndi lenda á palli já, ég ætla að segja ég líka ég er fáranlega góður að skemmt ég bara gera það ekki jafn oft þú ert góður í já, þá er þetta eðlilega spennandi sko út af því að þó að þú sem búin að eða miklu meiri tímyndastendi þá getur blöðu kannski bara natural já, ég bara hæfileika ykkur í þessu það er menn sem að hanga út á körfuboltavelli 365 daga árið en þeir eru ekki betri en Jordan en það getur NBA sko nei, þetta er sko að 5-4 shit, þetta er spennandi vannst eitthvað tíma velun í grunnskóla það meina ég svona, þú veist herra eitthvað, herra Mosó, herra Króksaragómur herra Skalli eitthvað, þú veist eitthvað herra Króksaragómur, nei, en ég var herra Friður í skólanum? Á félagsmiðstöðum Friður Það er rosalega Það er þetta stórt sko Herra Friður, ákvæmstu kallar herra Friður Ætti ekki alltaf búið til vesena Félagsmiðstöðin hétt Friður, hvað þarf ég að Já, ég ætla að vera herra Friður, þú var svo friðsall og góður drengur Nei, það var bara félagsmiðstöðin hétt og heitir ennþá Friður Þú var alltaf verið herra Mosó eða herra Grínistið eða eitthvað Nú er ég að fara að setja bensin á báli sko sem er hrikalegt en ég þarf að vera heiðarlegur í þessu En já, ég fekk trúðavelunin og var já, einmitt svona Fækstu trúðavelunin í skólan? Já, finnastur, já Svona borða Varstu í 10. bekka? Ég man það ekki Mitt var í 10. bekk Ég var ekki herra neitt 6-5 blöð Ok, sko Þetta stígast það? Nei, það er eftir Út af því að döðafæri við Steinda núna að fá punkt og þá er þetta dead tight fyrir stíð Sko, býta aðeins Please ekki fara að segja núna eitthvað Þetta er bara mjög eðlilegt hingað til Já, ég veit það, en þú ert örugglega að fara að enda þetta Hefur einhvern tímann einhver settu holy shit, goddammit to the cup to the bla 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 award winning dæmi að þetta Má ekki bara, veist Jú, kjáttu með það Hefur þér verið hrósað komma, eða ok, líklega ekki voru komma, það er eða Hefur þér verið hrósað eða fengið velun fyrir frábæran árangur ég að segja fólki að þrýfa þessu penis Gæt verið þessi kenni Ég sagði þér fyrir fram hann hefur ekki gert þetta Ég er bara hrós Ég átti samt von á hinni Já, ég líka, en nei, ég hef ekki fengið það Út af þú varst mjög góður í að benda á lim Hvað veist þú um það? Þú varst ekki Fórstu í sundur af maður Nei, veit ég bara Hann er bara að gera það fyrir því Hann var geggjör í þessu Það er mjög skrítið velun Getur þú gert með smá greiðastendi Getur þú fara að vera ógsta léttur á þessu og hlæja þessu Það hættir hann Veistu hvað, ég er léttur með þetta Ef þú nennur þessu alveg þá hættir hann, þú veist það Í alvunni farið bara grennjur hátur og sleðið bara ha nei, ég var aldrei að þrýfa penisa Já, ég þreifðu aldrei að sæta mönnum að þrýfa Aldrei sattur maður á það Þú varst ekki að þrýfa penisuna sko Hefur gerðilega sagt við þig Já, ok, Jesus Ég getur að gefa Stenda Junior velun eftir þessa þjónustu Við köllum báðir síðustu tvær Og sko, þú færð punkt Stendi ef þetta er sirka sem þú er heilt Hefur gæla sagt við og þú færð velun fyrir þetta Fyrir hennan penis sem þú gast með Er ég king of awards? Þetta er bara orðið ógætt Til haming Ert þú kongur? 6-5 fyrir blöð Já, king of awards Hefur einhver verið að kalla þið Stenda og Þú talar velun? Ég var yfir, fyrir Ef þú verður hreinskilin með baðvörinn þá verður ég jafntefli Já, ég skil Þetta er okkar uppáhaldsbrétt með dýrð í dauðaþögn Ásgeir Já, ég dýrka þegar það verið að taka svona lög í nýjum búning En það er eiginlega bara komið að lokum hér hjá okkur drengir klukkan að verða 6
Það er bara Hvað tíminn líður maður. Já, þetta leiði eitt Þetta er rosalegt. Ég dyrka, en helgin er ekki bara nokkuð róleg hjá öllum Jú, ég já, við erum á okkur ferðarlega á morgun og svo náttúrulega er heimi á sunnudagurinn, það er matabóði. Það verður stemming Ég er svolítið spenntið fyrir kvöldinstrakar. Ég er í fríu kvöld og það er sko, ég er með kvikmynda, ég er að sína dóttur minni alls konar kvikmyndir. Það er svona uppeldi í gangi sko. Já, síndrin eitthvað algjör þvælum daginn Mér syns áfæðir. Ég er að sína svona gömlu góðu grínmyndirna, skilur við. Það tengur en kæs í kvöld Ekki alveg, kannski hún er 8 ára en sko, ég hugsaði sko Coneheads, muni eftir henni Hún geti dóttir Ég er svona að finna ykkur góða myndir svona gamla myndir sem voru leiðar innan Ég sagði þér þetta í blöggastinu, þú hendi í Uncle Buck Já, við erum eftir að taka hana Við erum alltaf búin með, við erum löngu búin með Neverending Story og Goonies og allt þetta Ég er bara svona ákvörðum lista En Billy Madison, hún getur hort að Billy Madison Hún gæti reyndar Billy Madison er náttúrulega besta mynd sem gerðu verið Home Alone Já, hún er búin með það Þannig að við erum að, já, það er heimatilbúin pizza og Junior og Cozy Endar í tölvuleikjum Já, þeir allir eru sopnaðir Já, þá sæna ég En hvað, og svo sopna kona en bara klukkan 10 eins og börnum Nei, hún er sko, málið er að hún, sko, annarkvort ættu við bara ykkur mynda eitthvað En hún er líka sko, hún ákvaða að fara að bingea Kardashians Þannig að henni finnst fínt að losna bara við þig Henni hefur fundist það ágætt núna undanverið að bara svona, ég er að spá er það samátt í kíkja aðeins já, endilega maður ég myndi gera það og vera bara lengi í tölunni og hún er bara á fullu í því núna sko að taka seríuna leika allar í? Það er opið, núna er nýja kottir opið núna helgina svo, ég vissi það ekki að bara einhver úlingur á Íslandi, hann getur lent í því bara að vera að spila við Mbappe í Call of Duty Já bara einhverja súperstjörnur út í heimi Ég hef alveg spilað það mikið á tölvuleikjum að ég hef pottitt lent einhvern tíman í leik með einhverjum þekktum ég held það áður að vita Helginu þér eitthvað núna róleg Já, þá kan til ég kíkja á þig á sunnudaginn og róleg fram að því það er að þykja mér handleggin á morgun fróbest og svo ætla ég að kíkja á blöð í steik og raut og það sem er landslískokkur mætir og eina sem það er að gera, tilla mig niður og södra redd ég þarf ekki að gera neitt annað hann er bara, sko, ég eiginlega bara trúi sig ekki við að sé þetta sko. Er ég að fara að labba inn til þín og það er bara landslískokkur að elda rétt. Já, það held ég. Það Ég veit ekki mikið meira en þið. Já. Við vonum að þið eigi góða helgi, kæru hlustendur. Við minnum á blöðkasti sem verður mætt á þriðjudaginn fm95blöð.is og annars er það bara föstudaginn eftir viku. Svaða helgi líka næstu helgi, bikarúrslitaleikurinn F.A. Víkingur. Við erum að fara yfir helgina í blöðkastinu sko laugardagurinn eftir viku, það er bara day of fun. Það byrja snemma og fara á völlin og Good Johnson vs. Gunn Láksson. Kona mín og ammali. Það hashtag er rosalegt. Good Johnson vs. Gunn á frúin ammali. Blöðverður, það voru mökkblöð á næsta laug. Nei, ég er ekkert þess að en það er komið að lokum og takk fyrir í dag.